Þá er komið að 5. lið á dagskrá, það eru nefndalög, breytingar á reglum 2020, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lagður fram 5. liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 15. október síðastliðinn, þar sem lögð var fram tillaga breytingu á reglum launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ. Í breytingunni felst að laun kjörinna fulltrúa og nefndarmanna lækka 5% frá 1. janúar 2021 og taka ekki öðrum breytingum til loka árs 2021. Þessar breytingar eru einn liður í þeim aðgerðum sem við erum að reyna að grípa til þess að draga úr rekstrarkostnaði í kjölfar COVID og strax í málefnasamningu okkar þá ræddum við þetta og kom inn á þetta að þetta yrði skoðað og hér erum við í rauninni að koma með þessa tillögu til afgreiðslu. Þetta var samþykkt eins og ég segi í bæjarráði síðastliðinn fimmtudag og lagt hér fram til samþykktar. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að sé mjög brýnt að við göngum fram með góðu fordæmi í þessum málum. Bæjarfélagið stendur ekki vel miðað við það í hvaða stöðu við erum komin og það er ekkert endilega séð hvernig við komumst út fyrir þessari stöðu sem við erum í öðruvísi en að taka til hendi einhvers staðar og ég held að sé mjög mikilvægt að við byrjum akkurat á okkur sjálfum. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið málsins og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er rétt sem að bæjarfulltrúi Gunnar segir og þetta sé mikilvægt að við séum með þess að sýna fordæmi og ég reikna nú með að þetta verði kannski víða gert hjá sveitarfélögum í landinu vegna þess að sú staða sem að sveitarfélag er í dag er ekki fordæmalaus, hún er bara til hjá öllum sveitarfélögum. Það er öll sveitarfélög að berjast við fordæmalausa stöðu og þannig að ég reikna nú með og ég veit að það sá þannig í fréttum í síðustu viku að það er þegar einhver sveitarfélög byrjuð að huga að þessu. Þannig að ég held að þetta sé bara gott fordæmi sem við erum að sýna hérna á þessum tímum sem við erum að takast á við mikla erfiðleika sveitarfélög í landinu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið málsins og orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Það var ekki 11? Já, 11, takk.